Sæl. Ég myndlistarmaður. Skortur á fagmennsku og ákveðið virðingarleysi almennt. Þetta var svona kannski í senn allra stysta máli niðurstaða okkar. Og það ein spurning hvort að í ljósi þess sem Jón Proppé nefndi hér í formála sínum að það hefði dregið úr umfjöllun í fjölmiðlum myndlist en á sama tíma hefur fagið okkar þanist út. Hvort að við erum ekki líka farin að gera talsvert auknar kröfur faglega umfjöllun í fjölmiðlum. Svo það sé nú sagt sem í augum uppi liggur. Sjónvarpið verður að taka menningarhlutverk sitt alvarlega. Það má ekki velta á smekk einstaka fjölmiðlafólks hvort myndlist á dagskrá. Þetta var nú það fyrsta reiðinu var tappað af hann í upphafi gagnvart áhugaleysi fjölmiðilsins, sjónvarpsins. Síðan bar rannsóknarskýrslan á góma og siðferði hluti hennar sem við viljum kalla viðauka. Við viljum spá allsherjar endurskoðun á menningarlegu siðferði í kjölfari þessara frábæru skýrslu og þar fjallað við þessa lýsingu sem þar dregin upp með mjög sláandi hætti á íslensku samfélagi og þeim mikla lesti sem felst í andstöðu við sérfræðinga. Og þetta tengjum við opinbera umræðu myndlist sem fag og veltum því eitthvað fyrir okkur hvort að stærsti veikleiki okkar samfélags sé til þessi umræðu skortur og þar þetta komist við fljótlega þeirri niðurstöðu eina varanlega leiðin til úrbóta væri með kennslu í rök, ekki síst í rök og samræðu á grunn- og framhaldsskólastigi. En í stað ákveðna þessara skotgrafa tvíhyggju módernismans þá fengum við plúralískt afstöðuleysi og viljum við því benda ykkur kollegum okkur á að opinber umræða hefst hjá okkur og að við myndlistamenn getum ekki fríað okkur frá því. Þetta afstöðuleysi hefur verið allt of mikið einkenni á allri umræðu myndlist og þögn myndlistamanna mikilvæg málefni. Við þurfum að taka afstöðu til umræðunar og leiðana. Opinber umræða, hún byggist utan umræðu okkar sem stöndum innan fagsins og við vildum gjarnan sjá innihaldsríkari skoðanaskipti þar sem víðsýni höfð að leiðarljósi. Málverkafölsunarmáli var til dæmis og góma og þessi á þeim tíma sem það var í fjölmiðlum að þá var nú ekki mikið það að við myndlistamenn tjáðum okkur alvarlegar afleiðingar þess fyrir okkur, að vera eins og okkur fyndist ekki koma okkur raunverulega við. En ég held semst að þessi sögu meðvitund okkar sé að aukast. Eins komum við aðeins niður á það að þessi opinbera umræða hún alltof mikið alltaf rekin undir neikvæðum formerkjum og þar að leiðandi eru skilaboð okkar fags nær undantekningarlaust neikvæð, listamannalaun og afætur samfélagsins og þar fram eftir götunum. Og þarna teljum við að við þurfum að líta í eigin barm og reyna kannski bara að bæta úr þessu sjálf, reyna að styrkja svona jákvæða mynd okkar út á við og inn á við. Takk fyrir.